Já, komið þið sæl, það komið að hádegisviðtalinu hérna á Stöð 2. Það eru 5 dagar síðan ný ríkisstjórn tók við og nýir ráðherrar sjálfsagt ennþá, svona rétt að stilla stólana sína. Einn af þessum nýju ráðherrum sestur hérna hjá mér, hann Björgvin G. Sigurðsson, velkominn nýr viðskiptaráðherra. Takk fyrir það. Ég kíkti inn á heimasíðu ráðuneytisins áðan og það er ennþá sameiginleg vefsíða með össuri. Þetta ráðuneyti, viðskiptaráðuneyti hefur verið einhvern veginn svona nánast hálf ósýnilegt. Hvað gerir viðskiptaráðherra? Það er fjöldamargt, sko. Þetta var lengi vel, alveg framöndir 1985-86, þá var þetta sjálfstætt ráðuneyti. Þeir sátu þarna margir kappar eins og Svavar Gesson og Kjartan Jóhannsson og Ólafur Jóhannesson og margir þekktir stjórnmálamenn sátu þarna og þetta ráðuneyti hefur með að gera allt sem kemur að fjármálastarfsemi í landinu, bankamálin, allt sem kemur samkeppnismálin, neytendamálin og fjöldamargt annað. Þannig að svona síðustu 5-6 ára þá hefur þessi málaflokkur vaxið gífurlega í samfélaginu en kannski lítið verið sinnt af stjórnmálunum og þá mikill vilji fyrir því í báðum flokkunum að taka þennan málaflokk aftur út úr fráiðnaðarmálunum, gera þetta aftur að öflugu ráðuneyti, byggja upp kraftmikið og öflugt ráðuneyti kringum þessi mál. Þú sér það partur fjármálastarfseminnar á landsframleiðslunni fyrir 2 árum síðan var 9%. Þannig að þetta er að verða svo stór þáttur í okkar hagkerfi. Þriðjungurinn af hagvexti síðustu ára byggist á fjármálastarfsemi. Þannig að bara útrás fjármálafyrirtækjanna og viðskiptalífsins í þeim geira kallar á þetta. Við ætlum að fókusera mjög á þessi mál, fjármálastarfsemina, samkeppnis- og neytendamál að sjálfsögðu líka. Neytendamálin hafa líka verið afgangsstærð í okkar stjórnmálum og nú ætlum við að taka mjög rösklega til hendin í öllum þessum málum. Þú ætlar að taka rösklega til hendin? Hvað ætlar að gera? Hverju viltu áorka í þinni ráðherratíð? Ég vil byggja upp öflugt ráðuneyti sem tekur mjög utan þessa málaflokka. Eitt af því sem ég ætla að gera í haust til dæmis er að velta fyrir mér að gera. Það er að stofna varanlegan samstarfsvettvang stjórnvalda annars vegar, sem sagt viðskiptaráðuneytisins og jafnvel fleiri ráðuneyta og hins vegar fjármálamarkaðarins, viðskiptalífsins. Þetta gerðu Írarnir með miklum ágætis árangri. Ég fylgst lengi með þessu írska efnahagsundri sem sumir kalla. Ég var að læra út í Írlandi fyrir tæpum áratug, bjó þarna í 1 ár og fylgdist mjög með þessari ofboðslegu gerjun og hef gert alla tíð síðan. Og hvað á þessi samstarfsvettvangur að gera? Í raun og veru er hann að í rauninni bara ræða og fara yfir hvernig við getum gert íslenskt viðskiptaumhverfi samkeppnishæfara og betra á hverjum einasta tíma. Á þá að losa eitthvað lagaramman eða? Já, það kemur allt til greina. Við þurfum að sníða lagaumhverfið þannig að við búum sem best að þessum fyrirtækjum. Þetta er að vera mjög samkeppnishæft umhverfi, öflugt fjármálaeftirlit, öflugt samkeppniseftirlit en skilvirkt og gott lagaumhverfi utanum fjármálastarfsemina þannig að þessi gífurlega útrás sem á sér þarna stað, hún haldi áfram. Þetta er að verða mikill atvinnuvegur. Þetta er 8.000 hálaunastörf sem að bara þessi atvinnuvegur skilur hérna eftir sig. Þannig að með því að taka viðskiptaráðuneytið og gera því hærra undir höfði og hátt undir höfði og byggja það svona svolítið upp á nýtt, svolítið frá grunni þó að sé margt þarna inni nú þegar að sjálfsögðu, þá erum við að taka utan þennan málaflokk. Þetta er svona útrásaráðuneyti, þetta er eitt atvinnuvegaráðuneytunum, sprotafyrirtækin og fjármálastarfsemin og mér finnst þetta gífurlega spennandi málaflokkur og það litla sem ég hef rætt við fólk úr þessum geira, þess að ég er að hitta fulltrúa frá samtökum íslenskra bankamann núna klukkan 1:30 og er að hitta fólk úr þessum vettvangi núna næstu vikum og þá líst mér mjög vel á þetta. Ef við snúum okkur að á þeim málaflokkum sem að heyra undir þitt ráðuneyti og snúa að okkur fólkinu í landinu eins og til dæmis samkeppnismálin. Samkeppniseftirlit, það kemur nú fram í málefnasamningnum milli stjórnarflokkana að það eigi að endurskoða eða efla samkeppnis- og fjármálaeftirlit. Hvað á að gera? Það sem er rætt í stjórnarsáttmálanum og var rætt sérstaklega milli flokkana í stjórnarmyndunarviðræðunum, það var að efla sérstaklega samkeppnismálin, fjármálaeftirlitið og neytendamálin. Á þá að setja meiri pening til dæmis í samkeppniseftirlit? Það þarf að setja meiri fjármuni í þessa málaflokki. Það er búið að breyta lagaumhverfið núna bara á síðustu árum. Það er búið að gera
byggja upp ágætt til dæmis fjármálaeftirlit. Það þarf hins vegar að setja meira fjármagn til að þetta virki sem allra best. Eru menn eitthvað farin að sjá fyrir sig hvað þarf mikið til þess að samkeppniseftirliti verði nógu öflugt? Nei, núna erum við að sníða inn í rammana í fjárlagagerðinni. Akkurat núna vorum að ræða það á ríkisstjórnarfundi í morgun. Á fyrsta máli þar var erindi fjármálaráðherra það. Sem sagt, við erum bara að vinna í þessum málum, alveg á fullum krafti. Fjárlagagerðin stendur yfir, þannig að ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því, en við munum, sem sagt, það er pólitískt markmið að efla þessar stofnanir og leið og við verðum stöðugt að gæta því að lagaumhverfi verði mjög viðskiptavænt og þetta verði mjög gott samkeppnisumhverfi og við ætlum að laða erlendar fjármálastofnanir til Íslands. Það er rætt til dæmis alþjóða miðstöð lífeyrissjóða og sem sagt margt í okkar viðskipta hefði mjög glæsilegt eins og lífeyrissjóðakerfið og svo náttúrulega þessi gríðarlega útrás sem hefur átt sér stað á allra síðustu árum hjá okkar efnahagslegu stórveldum sem þeir fara fyrir margir þekktir. En fjármálastarfsemin á Íslandi er öflug og hún er undir að verða mörgu leyti og nú ætla ég að koma inn í þetta með, sem sagt, nú kemur pólitíkin meir inn í þetta og taka utan um þetta. Þú ert þegar tilbúið með, 3 frumvörp? Já, það er nú kannski ekki mínum dugnaði einum að þakka, heldur er þetta frumvörp til laga verðbréfaviðskipti, kauphallir og breytingar á laga ákvæðum fjármálafyrirtæki. Þetta er byggt á tilskipunum frá Evrópusambandinu og ráðuneytið búið að vinna í þessu máli í vetur og það þarf að innleiða þetta á þessu ári til að þetta hefur mikla þýðingu fyrir íslensku fjármálafyrirtækin og hvað felst í þessum frumvörpum? Þetta er gert til að auðvelda þeim viðskipti annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu og Evrópusambandslöndunum. Þetta er partur af því að greiða fyrir útrásarstarfsemi fjármálafyrirtækin og það er að fá þessi lög samþykkt núna og ég fékk það í samþykkt á ríkisstjórnarfundi í morgun að þessi frumvörp kæmu núna inn á sumarþingið, hvernig svo sem þeir reiðir af þar, það er að sjálfsögðu þingsins mál og þetta eru stór mál sem að munu að taka svolítið tíma í efnahags- og viðskiptanefndinni en við vonum þetta að kemur fram og þetta er byggt á það sem kallað er MiFID-tilskipun sem hefur í sér að geyma reglur stofnun, rekstur, markaða með fjármálagerninga almennt, sem sagt mjög margvíslega reglur fjármála og verðbréfaviðskipti og er umfangsmikið í vöxtum og mun ábyggilega vekja athygli og fjármálafyrirtækin og viðskiptalífið hefur þrýst mjög með þessi mál verið kláruð og ég ákvað það helgina að freista þess á ríkisstjórnarfundi að fá þessi mál í gegn og ég fengi að leggja þau inn í þingin núna en ekki haust á sumarþingi. Já, þannig að núna á 5. daginn þá verður þessum 3 stórum málum dreift í þinginu og svo mæli ég væntanlega fyrir þeim þá í vikunni þar á eftir og svo ræður sumarþing afdrifu málana. Einn af þeim málaflokkum sem að heyra undir viðskiptaráðuneyti eru jafnréttismál og eitt af því sem að til dæmis Norðmenn hafa gert til þess að auka jafnrétti í viðskiptalífinu er að setja kynjakvóta í stjórnir fyrirtækja. Forverðin Valgerður Sverrisdóttir, hún vildi ekki fara þá leið. Ert þú hlynntur því að lagasetningu sé beitt til að fjölga konum í stjórnum fyrirtækja? Já, ég er hlynntur því að það verður skoðað. Eitt af því sem ég ætla að skoða að gera til dæmis, það er að setja það í lög að þegar að fyrir ráðuneyti og opinberar stofnanir skipa í nefndir, þá verði það að skipa sem sagt ef það eru 2 þá var það karl og kona. Það er ekki þannig núna og þetta kom upp mál þannig að menn tilnefni fyrirtæki og sem sagt ráðuneyti og fleiri tilnefni 2 af sama kyni og það er óheppilegt, þannig að ég er til í að skoða róttækar leiðir til að jafna hlut kynjana í stjórnum fyrirtækja. Bjarni Ármannsson og Þórólfur Árnason og fleiri góðu gestir voru á landsfundi Samfylkingarinnar í vor, þar sem þessi mál voru rædd og vakti mikla athygli sem betur fer. Og þetta er eitt af stóru verkefnunum fyrir okkur í Samfylkingunni í nýrri ríkisstjórn, það er að jafna hlut kynjana bæði í opinberum störfum og eins bara í landinu almennt og það verður ekkit raunverulegt jafnrétti í landinu fyrir en jafnræði kynjana í stjórnum fyrirtækja er orðið viðunandi eða ásættanlegt og ég er alveg til í að skoða lagasetningu og ýmsa leiðir í því. Þannig að þér hugnast þessi norska leið í þessum efnum? Já, ég er ekki frá hverju norsku leiðinni. Til að ná
stórstígum framförum á sviði jafnréttismála þá þurfum við stundum að grípa til róttækra aðgerða, stundum tímabundi, stundum ekki og það hefur ekkert gerst í svo mörg ár á þessum vettvangi jafnréttismálana þó okkur hafi fleytt mjög fram annar staðar og jafnréttisbaráttan verið á fleygiferð sem betur fyrr en við þurfum að ná meiri árangri, hraðar jafnréttismálum og ég mun leggja mitt lóð á þær vogarskálar á næstu árum að við náum árangri jafnréttismálum í stjórnum fyrirtæki og annar staðar og mun skoða allar færa leiðir í því. Einmitt. Tíminn nú að styttast hjá okkur. Þið fenguð sitt hvora skrifstofuna, þú og Össur. Sitt hvort endan á sömu hæðir, í sama hús og fjármálaráðherra og fjármálaráðuneyti, þannig að þetta eru 3 ráðuneyti í þessu húsi. Er búið að kaupa nýjan bíl? Það voru 12 bílar fyrir, þannig að það var sameinuð landbúnaðarráðuneyti og sjávarútvegsráðuneyti, þannig að það þurfti í rauninni ekkert að gera þetta annað en bara... Fékkstu bílinn hans Guðna? Ég á bílnum hans Guðna, já. Og með alveg prýðilega bílstjóra sem er skemmtilegur og góður maður sem á Guðna áður og er með mér núna og þannig að þetta fór allt mjög vel fram. Einmitt það. Björgvin Sigurðsson, nýr viðskiptaráðherra, þakka þér kærlega fyrir komuna. En við ætlum að